Lekamálið svokallaða á sér langan aðdraganda og rannsókn lögreglu á málinu hvergi nærri lokið. Eftir úrskurð Hæstaréttar ljóst að 8 manns í innanríkisráðuneytinu vissu af tilurð minnisblaðsins hælisleitandann Tony Amos. Aðstoðarmaður ráðherra og ráðherra sjálfur hafa báðar sagt að þær viti ekki hver lag blaðinu til fjölmiðla. Á hádegi 19. nóvember í fyrra birti DV frétt að mótmæli hafi verið skipulögð fyrir utan innanríkisráðuneytið vegna úrskurðar að vísa hælisleitandanum Tony Amos úr landi. Klukkan 5 sama dag var minnisblaðið Amos gert og vistað á opið drif innanríkisráðuneytisins eins og rannsókn lögreglu leiddi í ljós og greint frá í úrskurði héraðsdóms. 17 mínútum síðar sendi skrifstofustjóri ráðuneytisins blaðið til Hönnu Birnu Kristjánsdóttur innanríkisráðherra á aðstoðarmenn hennar þau Gísla Frey Valdirsson og Þóreyju Vilhjálmsdóttur og Ragnhildi Hjaltadóttur ráðuneytisstjóra. Lögfræðingur úr ráðuneytinu tók minnisblaðið saman að beiðni skrifstofustjóra og 2 aðrir lögfræðingar lásu það yfir. Í fréttablaðinu daginn eftir var birt frétt á forsíðu að ónafngreindur hælisleitandi væri grunaður aðild að mansali. Fréttin byggð á rökstuðningi innanríkisráðuneytisins synjun á endurupptöku á úrskurði að senda manninn úr landi, en hvergi kemur fram í fréttinni hvaðan sá rökstuðningur fenginn. Klukkan 10:55 birtist frétt byggð á minnisblaðinu á mbl.is og þar tekið fram að blaðamaður hefði minnisblaðið undir höndum. Samtökin No Borders mótmæltu í hádeginu við innanríkisráðuneytið því sem kallað var sundrun á fjölskyldu hælisleitandans. Samtökin héldu því fram að hann ætti ófríska unnustu hér á landi. Síðar daginn gagnrýndu lögmenn hælisleitandans og 2 kvenna sem nafngreindar voru í minnisblaðinu að gögnunum hefði verið lekið til fjölmiðla. 2 dögum síðar sendi innanríkisráðuneytið frá sér yfirlýsingu þar sem segir að ekkert bendi til þess að minnisblaðið hafi verið afhent frá embættismönnum innanríkisráðuneytisins. 7. janúar málið kært til lögreglu. 12. janúar kemur önnur yfirlýsing frá innanríkisráðuneytinu að athugun ráðuneytisins og stjórnarráðsins staðfesti að trúnaðargögn vegna málsins hafi bara farið til þeirra sem eiga rétt á þeim. Ríkissaksóknari skoðar hvort minnisblaðinu hafi verið lekið og óskar eftir öllum skjölum tengdum málinu hjá ráðuneytinu. Þann 17. janúar segir Þórey Vilhjálmsdóttir, annar aðstoðarmanna innanríkisráðherra, í morgunútvarpi Rásar 2 að með athugun ráðuneytisins sé búið að taka fyrir það að minnisblaðið hafi komið frá innanríkisráðuneytinu. Hún neitaði að hafa lekið blaðinu í fjölmiðla. 10 dögum síðar kölluðu þingmenn stjórnarandstöðunar eftir óháðri rannsókn á lekamálinu. 7. febrúar sendi ríkissaksóknari kæruna í lögreglurannsókn. Hanna Birna sagði þá að hún teldi ekki rétt að víkja sem innanríkisráðherra á meðan rannsókn lögreglu væri í gangi. Niðurstaða þessara athugana að ekkert í gögnum ráðuneytisins bendi til þess að trúnaðargögn hafi verið send til aðila sem ekki eiga rétt á þeim lögum samkvæmt. 7. apríl hafnar héraðsdómur Reykjavíkur kröfu lögreglunar að gera fréttastjóra mbl.is að upplýsa hver lag minnisblaðinu til miðilsins. Hæstiréttur staðfestir svo úrskurð héraðsdóms þann 2. maí. Ekki þó útilokað að lögregla láti aftur reyna á málið fyrir héraði. Rannsókn ekki lokið.